Rafmagn kemur við sögu svo að segja allstaðar í daglegu lífi okkar, sama hvert litið er. Flutningskerfi Landsnets lykilinviður þjóðarinnar, enda verður flutningskerfi rafmagns að vera áreiðanlegt og traust. Í raun og veru gengur þjóðfélagið ekki án rafmagns. Gerðar eru kröfur nútímalegt flutningskerfi og sem breiðust sátt þarf að ríkja lagningu kerfisins. Guðmundur Ingi Ásmundsson, formaður Landsnets, gestur í landsbyggðum. Guðmundur, ef við bara tölum fyrst flutningskerfið, þetta er flókið, þetta er stórt og þetta er viðamikið. Já, flutningskerfið er stórt, flókið og viðamikið. Þetta er landsdekkandi kerfi, þar að segja við tengjum saman alla bæja landsins og alla virkjanir landsins í eitt kerfi og myndum þannig miðju raforkukerfisins og eru þannig bara þjóðhagslega mjög mikilvægur innviður. Fyrirtækið hreinlega bara skilgreint eitt af þessum helstu innviðum landsins eins og sagt er. Já, það er það og það er ástæða fyrir því vegna þess að rafmagn er gríðarlega mikilvæg auðlind og við erum farin að nota rafmagn í nánast allt og getum tæplega fungerað án þess að hafa aðgang að rafmagni, hvort sem það er í leik eða starfi. Þannig að það er ástæðan fyrir því að raforkuflutningskerfið í tengslu við raforkuöryggi er skilgreint sem þetta mikilvægustu innviðum landsins. En hvernig er þróunin í þessu öllu saman að tæki sem að nota rafmagn, þau eru orðin sparneytnari, en er það samt sem áður þannig að rafmagnsnotkun, hún er alltaf aukast? Já, það er í raun og veru þannig að sem betur fer þá eru tækin alltaf að nota miklu minna rafmagn og það er gríðarlega mikilvægt að hafa það í huga að við þurfum að fara vel með orkuna út frá ýmsum ástæðum vegna þess að orkuframleiðsla krefst fórna. Í okkar tilviki hér á Íslandi þá erum við að tala græna, hreina orku en annars staðar erum við líka að tala orku sem er framleidd með mengandi raforkugjöfum. En hérna höfum við græna orku en vöxturinn hún er líka út af því að auðvitað er náttúrulega efnahagslífið að aukast og það er hægt að skapa mikið verðmæti með rafmagni. En við erum líka alltaf að nota rafmagnið á fleiri stöðum, víðtækari hátt og raforkan er í raunverulega rafmagn er raunverulega að taka yfir sem orkugjafi heimsins. Við til að mynda höfum síma sem gengur fyrir rafmagn og þessi rafhlöðu en við þurfum að hlaða hann og það hefur verið orkuskipti í sambandi við samgöngur er að verða þar sem að fara yfir rafmagn annaðhvort með beinum hætti með rafbílum eða þá framleiða vetni eða ammóníak eitthvað slíkt sem þetta nota með óbeinum hætti rafmagnið til þess að knýja fram samgöngutæki þannig að rafmagn er að verða svona aðal orkugjafi heimsins og mikilvægið að aukast. Finnst þér sem forstjóri þá Landsnets að þegar öll þessi umræða er í gangi að það gleymist stundum bara almenningur segir bara og haldi það að rafmagni verði bara til í innstungunni, sé alltaf bara klárt. Já, rafmagni sem svolítið dulin þjónusta, að því við sjáum hann ekki og hún er allt kring og hún er alltaf í lagi meira og minna. Hún verður mest áberandi rafmagnið þegar eitthvað bjátar á og við þekkjum það til dæmis úr óveðrinu sem var síðustu vetur, það voru tvö óveður, annað í desember hérna fyrir norðan og svo janúar fyrir sunnan og þegar eitthvað bjátar á og okkur vantar rafmagnið, þá sjáum við og mynd á það hversu gríðarlega mikilvægt það er orðið og við þurfum raunverulega rafmagn til þess að komast áfram og sinna öllum okkar þörfum. Við Íslendingar tölum mjög mikið að við séum að nota 100% endurnýjanlega orku, græna orku inn í framtíðina. Hvað þýðir það í raun og veru þegar víða er verið að framleiða orku með olíu eða einhver öðru? Það hefur náttúrulega mjög mikið gildi fyrir okkur og þetta náttúrulega, við höfum mikla sérstöðu Íslendingar að geta verið með hreina endurnýjanlega orku og verið sjálfum okkur nóg, það veitir okkur mjög mörg tækifæri. Nú við þekkjum öll þetta vandamál sem loftslagsmálin eru og það þarf að taka á þeim og við getum tekið á þeim, við leysum kannski ekki vandamál alheimsins en við getum að minnsta kosti leyst okkur eigin vandamál og tekið þátt í því. Við getum notið hagvaxtar af þeirri starfsemi sem að rafmagnið býður upp á og notið þannig efnahagslegs ávinnings og svo svona umhverfisins líka.
Það til dæmis þá að þróast í þá átt að lánastofnanir til dæmis að þær séu farnar að taka í auknum mæli tilliti til þessa og horfa á þessa þætti, hvernig raforku fyrirtækin nota og svo framvegis og þá séu jafnvel betri bara lánakjör? Já, það að þróast mjög mikið á fjármálamarkaði, svona græn stefna og þannig að ef þú getur sýnt fram á að það sem þú ert að gera hefur svona græna tilvísun, að þá færðu betri lánakjör og þetta þekkjum við hjá Landsneti vegna þess að við höfum verið að taka lán hjá til að mynda Norræna fjárfestingarbankanum og svo núna Fjárfestingarbanka Evrópu. Þetta eru lánastofnanir sem gera kröfur það að mannvirkin sem þeir að lána í séu græn og umhverfisvæn. Og það hafa línuframkvæmdirnar okkar eins og hérna fyrir norðan, þessar stóru línur sem eru fjármagnaðar meðal annars með lánum frá þessum stofnunum fengið þann stempil. Við þurfum að fara í gegnum úttektarferli hjá þessum fjármálastofnunum og sýna fram á að þetta sé grænt og endurnýjanlegt og raun sjálfbært og okkur hefur tekist það og þar af leiðandi hefur tekist að fjármagna framkvæmdir á mjög góðum kjörum. Það má sjálfsagt svona líkja raforkukerfinu, flutningskerfinu sem að þið eruð að stýra og byggja upp, hreinlega bara við vegakerfi eða hvað? Já, það má eiginlega segja það að flutningskerfið, þetta stóru línu sem við standum fyrir, Landsnet, að þetta svona eins og þjóðvegakerfið á Íslandi bara fyrir rafmagn og hefur að mörgu leyti sömu eiginleika en þó ekki. Þetta það náttúrulega svolítið tæknilega flóknara kerfi. Við notum líka mjög mikið hátækni, þannig að Landsnet líka hátækni fyrirtæki og síðan erum við náttúrulega líka að horfa á orkuviðskiptin sem svona alveg önnur hlið. Byggðalínan, svo kallaða, hún komin verulega til ára sinna og meðal annars þess vegna verið að endurnýjana. Hvað þýðir það fyrir einstaka landshluta að hafa ekki nógu góðan aðgang að rafmagni, ef við tölum til þess bara atvinnuuppbyggingu? Það hefur náttúrulega gríðarlega mikil áhrif á landshlutana að hafa ekki aðgang að nógu góðu og öruggu rafmagni. Það búið að sýna fram á það að það hreinlega hefur áhrif á hagvöxt staðanna að hafa takmarkanir í sambandi við raforkuafhendingu. Og svona aðgengi að uppbyggingu miklu erfiðara ef þú hefur ekki tryggt rafmagn. Og við þekkjum það alveg að fyrirtæki sem að koma hingað til landsins og vilja byggja upp starfsemi að þau ræða við okkur virkilega þá staði sem eru mögulega fyrir trygga raforku. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir all landið að hafa tryggt aðgengi að raforku. Fyrir utan bara lífið sjálft og heimilinn og allt það. Fyrirtæki sem vill byggja upp, það náttúrulega spyr þá, væntanlega eins og segir, mjög snemma fæ ég nógu rafmagn? Já, og koma til okkar, þessi stóru aðilar, koma til okkar og spyrja hvar get ég komist í tryggt samband og við vitum það að framkvæmdir taka langan tíma. Leyfisferlin eru flókin hér á Íslandi og taka mjög langan tíma og fyrirtæki vilja bara komast á stað þar sem þau hafa ákveðin fyrirsjáanleika og tímaáætlanir ganga saman við okkar. En þessi óveður sem að þú nefndir áðan og þessi brestir sem að komu í ljós á byggðalínunni eða flutningskerfinu, vöknuðum við upp við vondan draum? Sko við sem fyrirtæki vorum náttúrulega búin að tala fyrir breytingum mjög lengi, þannig að við vissum af þessu, en eins og við töluðum áðan að þá rafmagn dálítið dulin þjónusta og þú verður kannski svona sem almenningur var við það þegar eitthvað bjátar á. Og þessi óveður sem voru þarna síðasta vetur, þau held ég hafi verið svona uppvakning fyrir marga og það jókst mjög mikið skilningur á mikilvægi raforkunar og þeim tilgangi sem að Landsnet stendur fyrir. Og við fundum það strax í kjölfarið að við fengum miklu meiri stuðning og skilning og gátum svona betur komið okkar sjónarmiðum áfram og svona fengið aðstoð við það að þoka framkvæmdunum okkar áfram. Hversu mikla framkvæmdir eru þetta sem að þið eru þá að sigla inn í á næstu árum hvað byggðalínuna varðar? Sko við erum að tala það að endurbyggja í raun byggðalínuna sem var byggð þarna á árabilinu 70 til 1980 og miðað við þarfir sem að þá eru í gildi. Núna hafa náttúrulega þarfirnar margfaldast og kröfurnar margfaldast á þessu árabili. Þannig að núna erum við að byggja miklu sterkari mannvirki. Við erum að
byggja línur sem þola betur þessi óveður. Við erum líka að nota jarðstrengi eins mikið við mögulega getum, en það takmarkað hvað við getum lagt mikið af þessum stóru línum í jörð, kannski hérna fyrir norðan 10% eða eitthvað slíkt sem kannski ekki langir kaflar, en þó getur skipt máli í einstaka tilvikum eins og hérna í Eyjafirðinum. Nú síðan erum við náttúrulega með framkvæmdir til viðbótar all land. Þannig að á síðasta ári vorum við að framkvæma fyrir það bil 11 milljarða og við sjáum svona að meðaltali næstu árin að þá erum við að framkvæma árlega fyrir sambærilega uppbyggð. Við erum svona að fara núna í gegnum talsvert mikinn uppbyggingafasa næsta áratuginn eða jafnvel lengur eftir í hvernig þróunin verður til þess að geta mætt nútímanum og svo í framtíðinni. Og við erum að byggja sterkari mannvirki, sterkari línur og við erum að yfirbyggja líka okkar spennustöðvar þannig að þær verði ekki svona háðar salti og ísingu og þessum veðuraðstæðum sem hér á landi eru. En allar ykkar svona framkvæmdir þær byggjast á einhverjum spálíkönum væntanlega þar sem að rýnt í framtíðina og þið reynið að meta þetta allt saman, en síðan kemur kannski á móti að efnahagslífið á Íslandi, það gengur í miklum sveiflum, það hlýtur að vera svolítið svona erfitt að rýna í framtíðina og gera áætlanir. Það það, gríðarlega flókið og erfitt og eins og segir, efnahagslífið gengur í sveiflum og við erum að tala mannvirki sem að lifa í 50, 70, 100 ár. Þannig að þegar við erum að leggja allt í grundvallar hjá okkur, þá erum við náttúrulega að horfa svolítið til langs tíma. Við erum að horfa mjög mikið á stöðuleika og reyna að taka ákvarðanir í stöðuleika og svona kerfið gerir ráð fyrir einhverju leyti en ekki öllu leyti og við reynum alltaf svona að horfa langt og reyna svo aðlaga okkur að stöðunni hverjum tíma, hugsanlega að draga úr ef ef ástæði til og spár gangi ekki eftir og gefa í ef herðir á og eftirspurnin ekki skyndilega. Og þetta svona ákveðin línudans. Við höfum það langtímamarkmiði hjá okkur að gjaldskráin okkar verði stöðug til lengri tíma og helst hækki ekki og við leggjum mjög mikið á okkur sem fyrirtæki að hagræða í rekstrinum og við höfum náð miklum árangri í því að ná niður kostnað á framkvæmdunum okkar. Alltaf 20% eða eitthvað slíkt í háspennulínunum og jafnvel meira í spennustöðunum. Þannig að þetta svona línudans og mikilvægt að reyna að leysa það vel vegna þess að við búum í mjög víðfeðmu landi. Það verður alltaf frekar dýrt að flytja raforku í svona víðfeðmu landi. Ef við erum að bera okkur saman með önnur lönd sem eru miklu þéttbýli, að þá verður kostnaðurinn kannski alltaf meiri hérna og þess vegna þurfum að fara mjög varlega. En tölum þessu næstum lagningu línanna. Þetta viðkvæmt? Þetta mjög viðkvæmt mál. Þetta eru langar línur, fara viðkvæmsvæði. Auðvitað geta forðust við að vera nálægt náttúruperlum en þetta gríðarlega viðkvæmt mál og skiptir miklu máli að vanda undirbúninginn og vinna þetta með það markmið að ná sem breiðastri sátt niðurstöðuna og við erum að leggja okkur mikið fram með það. En bara samtalið við þjóðina, við almenning, við fyrirtæki, sveitafélög og svo framvegis. Hvernig fer þetta samtal fram til þess að ná þessari sátt sem hún talar eða skilningi? Þetta náttúrulega mjög flókið verkefni vegna þess að þetta eru ansi margir aðilar sem nefnir til sögunar og þetta fer fram á mörgum stigum og við höfum núna verið að endurskoða okkar verklag í þessum efnum með það markmið að ná breiðri sátt og taka samtal þar sem við erum bæði að kynna okkar verkefni, kynna okkar niðurstöður og líka hlusta vegna þess að við getum líka sem fyrirtæki lært og sérstaklega þegar maður kemur út á staðinn út á landi og þá fáum við oft mjög góðar ábendingar sem við getum tekið til og bætt lausnirnar okkar. En samtalið fer nú fram, ef við erum að horfa á landi sem heild, þá það kerfisáætlun fyrirtækisins sem í sennilega einhverjum opnasta samráðsferli sem rekin á Íslandi. Það að segja við gerum okkar 10 ára áætlanir og 3 ára framkvæmdaáætlun og það kynnt í opnu ferli. Og það eru 2 stig af samráði þar, annars vegar við alla sem að vilja hafa skoðun á því plaggi sem rekið áfram á okkur og svo Orkustofnun sem okkar eftirlitsaðili sem talar svo sérstaklega við viðskiptavinina í seinni fasanum af samráðinu. Og þegar þetta heildarplan fyrir landið er komið, að þá förum við í nærumhverfi með einstaka framkvæmdir
og þar tökum við líka upp samtalið alveg frá byrjun í dag, alveg frá því að við erum farin að hugsa framkvæmdirnar og alveg alla leið þannig að við erum búin að framkvæma og þar erum við verkefnaráð þar sem við getum unnið með nærsamfélaginu, náttúruverndarsamtökum og hverju sem vilja vera í verkefnaráðinu, þar sem verið að ræða framkvæmdina í mjög smáatriðum með okkar sérfræðingum og samtalið tekið þar. Nú samhliða því þarfum að vinna með öllum landeigendum á áhrifasvæði mannvirkisins og tökum samtalið við landeigendurna á því stigi og að sjálfsögðu með sveitafélögunum og svo sem opinberu stofnunum sem við þurfum að vinna með eins og skipulagsstofnun, umhverfisstofnun og orkustofnun og fleiri stofnunum. Þannig að þetta er mjög flókið, þetta er mjög viðamikið en mikilvægt að þetta sé svona að við sinnum þess af yfirvegun og ákveðin auðmýkt til þess að reyna að ná svona sem breiðastri sátt og vonandi gengur það vel. Ég get alveg ímyndað mér í svona stórum og flóknum málum það koma út þykkar og miklar skýrslur. Bara mikilvægi þessi fyrirtæki á borð við Landsnets að tala mannamál. Það það og þetta er náttúrulega eilífð að glíma. Við erum all sérfræðingar á einhverjum sviðum, þekkjum allt í smáatriðum og það er oft erfitt að koma orðum að því sem við erum að hugsa. Og þetta er bara ákveðin þjálfun að reyna að koma þá hlutunum yfir á mannamál og ég sé það á mínu fólki að það er að læra þetta smám saman og alltaf betra og betra í því og allir sem koma inn til fyrirtækisins þeir þurfa kannski að fara í ákveðna skólun í þessu að hætta að vera sérfræðingar og nálgast hlutina á annan hátt. En þetta er gríðarlega mikilvægt að gera sér skiljanlega. En þetta afstaða heima fólks stundum hún nú mjög skiljanleg að bóndinn hann vilji helst ekki fá línur á sitt land. Það allt mjög skiljanlegt og skiljanleg andstaða. Við erum að leysa samfélagslegt verkefni og við erum með þarfir samfélagsins. Svo koma náttúrulega einkahagsmunir á móti og við verum að skilja það að það er ekki alltaf allt velkomið sem við erum að gera. En niðurstaðan mjög mörgum tilvikum hjá okkur svo að þegar skilningu vex, þegar samtalið tekið og málin rætt fram og tilbaka, að þá leiðir það til fastalla niðurstöðu. Við höfum til að mynda núna í síðustu verkefnum náð að semja við alla landeigendur á okkar framkvæmdum. Og þá sem sagt fullkomin sátt þar eða skilningur? Það eins og ég segi, það breið sátt þá og skilningur, ekkert endilega ánægja í alveg öllum tilvikum en eitthvað sem ásættanlegt, niðurstöða sem ásættanleg. Hvað með umhverfissamtök til dæmis? Umhverfissamtök náttúrulega eru mjög mikilvæg fyrir svona fyrirtæki eins og okkur vegna þess að þau veita okkur ákveðið aðhald og það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir fyrirtæki eins og okkar sem óhjákvæmilega hefur mikil áhrif á náttúruna að hlusta á sér sjónarmið og reyna að bregðast við og við eigum sem sagt ágætis samtal við umhverfissamtökin á mörgum stigum, meðal annars fyrir einstaka verkefni. Umhverfissamtökin eru þar í verkefnaráðunum, þau eru í hagsmunaráði Landsnets sem að ræða kerfisáætlun og öll okkar stóru mál. Við tökum oft á tíðum samtal við umhverfissamtökin ef við getum og bjóðum þau til okkar og fögnum því ef þau koma skilaboðin til okkar. Auðvitað erum við ekkert alltaf endilega sammála alla hluti, en svona ef maður horfir á heildina að þá eru umhverfissamtökin afskaplega verðmæt fyrir svona fyrirtæki eins og Landsnet. Tölum aðeins sem sagt munin á þessu að leggja línur í jörðu og svo aftur sem sagt að það þurfi að vera línur. Þá kannski svona stundum verður umræðan svolítið svona svart-hvítt að ansi margir vilja bara hafa þetta bara allt í jörðu og þetta sjáist ekki. Já, það náttúrulega líka svona ákveðin skilningur á því hjá okkur. Það sem við erum að glíma við það að á sumum sviðum hægt að leggja allt kerfið í jörðu til dæmis. Eins og í dreifikerfinu, þú getur lagt miklu meira að dreifikerfinu, litlu línunum í jörðu heldur en getur gert með þessa stóru. Það sem kannski eins og ég sagði áðan fyrir norðan að getur lagt 10% af línunni. Þannig að það þarf að ræða það, hvers vegna þetta hægt. Þetta er bara tæknilega forsendur, tæknilega afmarkar. Nú það líka annað að ef við erum að gera eitthvað ákveðna hluti þá þarf að vera eitthvað efnahagslegu veruleiki á bakvið það. Við finnum ekki að raska náttúrunni ef það hreinlega borgar sig ekki og strengir á hærri spennum eru talsvert dýrari, misjafni. Við höfum náð niður kostnaðinu sem betur við mjög mikið með þessa stóru strengi og getum þá nýtt okkur það betur
og kannski eins vel og í því magni sem þarf. Og svo þetta líka bara með jarðstrengina ólík sjónarmið. Það getur vel verið að einhverjir vilji ekki hafa loftlínu nálægt sér, frekar jarðstreng, sætt sig betur við það. Á meðan við sem fyrirtæki erum kannski að horfa á öryggið og við viljum fara með jarðstreng upp á heiði til þess að bæta rekstraröryggið og koma í veg fyrir að okkar starfsmenn fari í hættulegar aðstæður eins og til dæmis hérna á Hellisheiði eystri þar sem við erum að undirbúa það að taka niður eina af línunum og setja jarðstreng á kafla bara út af öryggisástæðum og þetta náttúrulega lína sem skaddaðist núna í vetur og við þurftum að senda fólk þar til viðgerð með þyrlu af því að snjóflóð vörnuðu því að við kæmumst upp með öðrum hætti. En bara sem sagt að Ísland, þetta svona eldfjalla eyja, jarðvegurinn, hann kannski stundum, mjög oft sjálfsagt býður ekki upp á að það sé hægt að leggja í jörðu eða hvað? Já, það náttúrulega, jarðvegur hentar misvel fyrir jarðstrengi og jarðstrengi náttúrulega, það tapast orka þegar við erum að flytja hana og orkan fer í hita og umhverfis strengjana hitnar. Og þess vegna þarf að leiða hitann einhvern veginn í burtu og jarðvegur hérna í Íslandi ekki góður út af því að hann hitaleiðandi og þá erum við líka að tala að hann getur verið viðkvæmur að öðru leyti vegna þess að versti jarðvegurinn raunverulega hraunin þess að þau halda illa vatni, eru þurr, leiða ekki vel hita og fyrir utan það að raska á hraunum bara mjög erfitt út af umhverfissjónarmiðum vegna þess að það náttúrulega varanleg inngrip í hraunin. Þannig að það eitt og sér náttúrulega getur verið mikið vandamál. Og erfitt og kostnaðarsamt að leggja streng við þær aðstæður og það getur líka bara hreinlega verið aðstæður sem við höfum áhyggjur af eins og til dæmis núna þá hristist Suðurnesin og mikið talað það að leggja jarðstrengi þar og við höfum áhyggjur af því að þessi hristingur seti það mikið álag á strengina hreinlega skemmist og svona allar svona jarðhræringar og svona það náttúrulega mjög erfiðar fyrir svona mannvirki eins og strengi sem liggja í jörðu og eru tiltölulega stífir og koma þá kraftar á þá sem eyðileggja og þannig að það er mörg að hyggja þegar við erum að horfa á jarðstrengi. Uppbygging nýrra byggðalínu og bara flutningskerfis almennt, veðurfar, það að breytast allverulega núna síðustu áratugin og gerir það sjálfsagt hérna á næstu áratugum. Er þetta eitthvað sem að þið þurfið að taka og eruð að taka tillit til dæmis að leggja í auknum mæli línur meðfram fjöllum og svo framvegis? Sko það er náttúrulega margar forsendur fyrir vali á línustæði og það hvaða útfærslu við veljum. Meðal annars getur það verið breytt veðurfar, að það það ákveðin svæði sem við viljum forðast út af veðurfari. Það ekkert alltaf sem við höfum val það, vegna þess að það getur verið að við bara hreinlega megum ekki fara inn á okkur svæði sem við vildum gjarna fara út af veðurfari, þannig að við allavega skoðum möguleikana. En síðan það líka annað sjónarmið sem bara hreint og klárt umhverfissjónarmið, að við erum að reyna að fella línurnar betur að landinu en við höfum áður gert. Og þá ég raunverulega að vísa til þess að við erum að reyna að draga úr sýnileika línana. Ef þú horfir á háspennulínu, ef hún ber við himinn einhvern veginn, þá er hún mjög áberandi, en ef hún liggur í fjallshlíð, þá er hún miklu minna áberandi. Þannig að við erum að reyna svona að fella línurnar að landslæginu þannig að það verði miklu minna áberandi og svona hlutlausari í landinu. Og ég held að við fengi ákveðin viðbrögð við það okkur á mörgum stöðum að takast mjög vel til með það. Hvað með til dæmis ísingar, breyttu veðurfar, það eins og að segja að aukast ísingahætta eða hvað? Já, auka og koma fram ísingarhætta á stöðum sem við áður þekktum ekki. Og við lentum í því meðal annars í desemberveðrinu að við fengum ísingu á línur á láglendi sem við höfðum aldrei áður lent í og áttum ekki von á. En þarna var einhvers konar breyting í náttúrunni sem við þurfum að taka tillit til. Og það meðal annars þess vegna sem við erum að hækka styrkleikan á línunum, loftlínunum, til þess að ráða betur við þessar aðstæður og svona uppfæra þetta miðað við þá þekkingu sem við höfum í dag, en ekki sem við höfum fyrir kannski 30, 40, 50 árum síðan. Það hefur orðið gríðarleg þróun á þessum tíma. Þegar þið hjá Landsneti eru svona að bera ykkur saman við kollega ykkar, til dæmis í Evrópu, hvar stöndum við í þessum efnum og þessum rannsóknum? Eru við framalega? Það náttúrulega misjafnt hvar við stöndum í rannsóknum ef við horfum á allt sviðið hjá fyrirtækinu, vegna þess að við erum náttúrulega að starfa á mjög víðtæku sviði. Ef við ert að horfa á ísingarannsóknina sérstaklega, þá stöndum við Íslendinga mjög framalega. Við eigum hreinlega hjá fyrirtækinu eitt fremsta ísingasérfræðing heimsins og þessir ísingahópar koma gjarnan hingað og halda sína fundi
og læra af okkur og öfugt og þessi þekking hefur náttúrulega skapast upp á löngum tíma og líka út af aðstæðum hérna vegna þess að það eru mjög fjölbreytt lýsingavandamál á Íslandi og við höfum mjög mikla miðla. Á öðrum sviðum þá erum við framarlega og stundum þiggjum við frá öðrum. Við erum náttúrulega í alþjóðlegu samstarfi sem fyrirtæki út allt og þessi fyrirtæki er ekki samkeppni þannig að þau vinna mjög vel saman alveg óháð í hvar í heiminum þau eru. Hvernig sérðu fyrir þér að rafmagnsnotkun og þessi græna umræða rafmagnsnotkun, hún að breytast mikið og mun breytast mikið á næstu árum. Hvernig sérðu þessa hluti og hverjir eru möguleikar okkar Íslendinga í þeim efnum? Sko rafmagnsnotkun mun breytast gríðarlega mikil og svona hugsun rafmagn mun líka breytast gríðarlega mikið á næstu árum og við munum fara að horfa miklu frekar á rafmagn sem auðlind heldur en endilega þjónustu þó hún sé mikilvæg og það sem mun breytast það að neytendur munu vilja hafa miklu meira áhrif á hvernig þeir nota rafmagn heldur áður. Einfaldlega vegna þess að það að koma nýir orkugjafar inn eins og vindmyllur, sólarorkur sem ekki eins trygg og núverandi orkugjafar sem eru vatnsorkuver og jarðgufustöðvar. Það verður meiri svona breytileiki í kerfinu og neytendur munu vilja nýta sér þennan breytileika sér til hagsbóta til að mynda sem mun þýða það að svona umhverfi, viðskiptaumhverfi raforkunnar mun gerbreytast og svona neytendur munu þurfa að fá upplýsingar til að geta tekið skynsamar ákvarðanir. Svona einfalt dæmi eins og bara ef maður á rafmagnsbíl þá vill maður geta hlaðan á þeim tíma sem það hagstæðast fyrir mann. Margir einstaklingar vilja taka ábyrga ákvörðun í sínu lífi og vilja líka gera hvenær það hagstæðast fyrir umhverfið að nota þessa hluti. Þannig að við þurfum að aðlaga okkar starfsemi mjög mikið að þessum þætti. Nú síðan bara öll þessi sjálfvirkni sem að koma bæði inn í raforkukerfin sjálf og svo líka þann búnað sem að fyrirtækin og heimilin að koma sér upp til þess að hjálpa við það að taka sér ákvörðun. Þetta mun umbylta bara öllum raforkuiðnaðinum í raun og veru og þetta er oft talað það að það sé að verða svona bylting eða straumhvörf í þróuninni í orkumálum og kannski í samfélaginu öllu og þessi þróun að gerast mjög hratt og við þurfum að aðlaga okkur því. Þannig að framtíðin, hún rafmagnuð? Framtíðin rafmagnuð, það fer ekkert á millimála held ég. Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets, þakka þér fyrir spjallið. Takk fyrir mig.